eitthvað að hjálpa Dönum núna í þessu skrýtna máli sem að við erum öll sammála að hefði náttúrulega slíkar afleiðingar sem að maður vill náttúrulega ekki og vonast til þess að verði nú aldrei. Það er nú engin stuðningur við það í Bandaríkjunum að menn einhvern veginn taki yfir í talningi með hervaldi í Grænland. Það er einhvern veginn ef eitthvað slíkt myndi gerast að það bara breytir öllu. En Evrópusambandið mun ekki stoppa það. Það er bara alveg útilokað og það er ekkert sem bendir til þess. Og Evrópusambandið er ekkert afl þegar kemur öryggis- og varnarmálum. NATO hefur verið það bandalag sem að hefur verið farsælast og er eina sem að getur gert eitthvað í því. En auðvitað myndi þetta breyta öllu ef eitthvað slíkt myndi koma upp sem vonum að verði ekki. En hverju hafa verið í forystu þegar kemur öryggis- og varnarmálum í Evrópu? Vegna þess að auðvitað er það þannig að Evrópa og Evrópusambandið hefur svo sannarlega ekki verið neitt mótvægi því. Það er náttúrulega partur á vandanum og hefur ekkert að gera með Trump. Það var allir forseta í það minnsta frá George Bush eldri, en mér var nú bent á það daginn að Dwight Eisenhower hefði nú líka bent á það að Evrópa væri svona frírætir, væri ekki axla sína eigin ábyrgðandi eigin varnir. Og það er svolítið skrítið það er ekkert skrítið eftir seinni heimsstyrjöldina hafi tekið einhver tíma fyrir Evrópu að byggja upp sína varnir, en við erum ennþá þeirri stöðu. Evrópa getur ekki varið sér sjálf og er háð Bandaríkjunum sem eru auðvitað burtséð frá hverju Bandaríkjaforstig. Það er bara fullkomlega óeðlilegt. Þeir sem hafa verið í forystu þessi er ekki í öryggis- og varnarmálunum núna tekið frumkvæði að það eru Bretar og síðan Frakkar. En það hefur ekkert með Evrópusambandi að gera. Evrópusambandi gerir margt alveg prýðilegt og ég til dæmis hafði forgöngu það að við værum með í fjölþáttaógnarsetrinu þeirra þegar ég var á þeirra. Af hverju? Vegna þess að það er okkar hagsmunir og það er skynsamlegt að vinna með þeim á því sviði. En lífið er eins og er. Og við erum með tvíhliða varnarsamning í Bandaríkjunum sem allir myndu vilja hafa. Er það vegna þess að þeim þykir bara svo svakalega vænt okkur og svo fegnir að Leifur Eiríksson kom hann árið 1000? Nei, af því að þeirra hagsmunir. Og Churchill benti á þetta í seinni heimsstyrjöldinni, þess að sá sem að ræður Íslandi, hann er með byssuna við gagnuð á Bretlandi, í Bandaríkjunum og Kanada. Og af því auðvitað heldur eistar og lettar hefur ekki vilja hafa tvíhliða varnarsamning í Bandaríkjunum og raunar alla þjóðir. Og við þurfum hins vegar að rækta sambandi við Bandaríkin. Bandaríkjafórst að koma og fara. Og það er ekki þannig að þú getur hlaupið til og rækta samband sem á að vera til áratuga, jafnvel lengur, og bara miða við það hver sé við völd hverju sinni. Ég held að við getum ekkert skrifa upp á neitt Bandaríkjafórsta það að bara hefur við séum sammála öllu sem við kondi gerir. Hvað þá leiðtoga Evrópusambandsins eða forsætisráðherra Breta eða forseta Frakklands. Það hefur ekkert með það að gera. Þetta snýst að gæta hagsmuni Íslands og það snýst það til dæmis að engum mál komu upp að þú sért með tengsl sem gera það verkum að þú getur liðkað fyrir íslenskum hagsmunum. Og þegar kemur öryggis- og varnarmálum að þá eru við með sömu hagsmuni og Bretland, Bandaríkin, Kanada, Noregur og Færeyjar og Grænland, Danmörk. Þannig er það. Ef þú ættir að velja, hvort myndir þú vilja að vera 51. ríkið eða að fara með ESB? Ég ætla ekkert að velja þar á milli. Hvorugt